Næst á dagskrá svifryk og hálkuvarnir og til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Rafhlaðan mín endist bara í svona 2 tíma, þannig að ég tók snúruna með. Smá grín, það betri birta á skjánum ef hún í sambandi. Já, við Akureyringar höfum getað glaðst yfir því í áratugi að þurfa ekki að nota salt á götur til hálkuvarna. Lengi vel var bara ekkert hálkuvarið, svo farið að nota sand og hann dugði ágætlega. Núna síðastliðin 10 ár hefur sandurinn verið blandaður með 5% salti sem að gerir auðveldar að vinna með hann í frosti og einnig til að binda sandinn við klakan eða götuna þannig að hann skólist eða feykist síður í burtu. Það eru líka það bil 10 ár síðan við fórum að sigta fínasta sandinn og rykið frá, þannig að sandur sem fer á götur og stíga er með kornastærð 2-5 mm og það er mikilvægt að taka fram að þessi sandur er ekki tekinn af eyrum eða fjörum með tilviljanakenndu innihaldi, heldur er þetta mulinn salli úr sterku bergi, því sama er notað í malbik og það er tekið úr grjótnámu á Moldvögnahálsi. En sandurinn hefur samt legið undir grunum að myljast niður á götunum og breytast í svifryk. Ástandið er verst á kyrrum og þurrum dögum sem eru algengir hér við Eyjafjörð og hafa hingað til verið taldir fagnaðarefni. Sem dæmi var nýliðinn nóvembermánuður einstaklega þurr, líklega innan við 5 mm af úrkomu, það er ekki orðið staðfest, og þarf að leita aftur til 1952 til að finna þurrari í nóvember. Hins vegar eru alveg dæmi þurrari mánuði á seinni tímum, til dæmis janúar 2010 var með 1 mm. En samkvæmt reglugerð má sólarhrings meðalgildi svifryks fara yfir heilsuverndarmörkin 50 mikrogrömm á rúmmetra í mestalagi 35 sinnum á ári. Og á Akureyri voru 19 dagar yfir þessum mörkum á árinu 2018 og 21 dagur þegar að ég taldi seint í nóvember. Verstu mánuðirnir hafa verið janúar, mars, apríl og nóvember á þessu ári. Sérfræðingar hafa metið það svo að á Íslandi verði allt að 80 ótímabær dauðsföll á ári sem rekja má til svifryks og að þau stytti heildarævi þessa fólks 300 mann ár. Þannig að við sjáum að þetta eru svona 4-5 ára jafnaði kannski sem að það er talið, þannig að stytti ævi fólks. Heilbrigðisnefnd Norðurlandssvæðis eystra gerði samþykkt á fundi sínum 7. nóvember og þar segir meðal annars: Heilbrigðisnefnd mælist til þess að Akureyrarbær og Vegagerð ríkisins noti eingöngu salt eða saltpækil til hálkuvarna á Akureyri veturinn 2019-20 og meti árangur af þessari breytingu á verklagi með tilliti til svifryks í Akureyrarbæ að loknum vetri, tilvitnun lýkur. Og það er líka rétt að rifja hérna upp að umhverfis- og auðlindaráðuneytið gaf út í nóvember 2017 skýrslu sem að heitir Hreint loft til framtíðar, áætlun loftgæði á Íslandi 2018-29. Og í kafla aðgerðaáætlun í loftgæðamálum kemur fram að fyrsta markmið sé að fækka árlegum ótímabærum dauðsföllum af völdum loftmengunar á Íslandi úr 80 árið 2013 í færri en 5 fyrir 2029. Og til að ná þessu metnaðarfulla markmiði þá segir meðal annars að heilbrigðisnefndir sveitarfélaga geri viðbragðsáætlanir fyrir árslok 2020. Þannig að það er ennþá 1 ár eftir svona af þeim fresti má segja. En heilbrigðisnefndum er sem sagt ætlað stórt hlutverk í vinnu að því markmiði að bæta loftgæði verulega og geta sveitarstjórnir augljóslega ekki skellt skolla eyrum við því sem frá þeim kemur. Og við hljótum að taka þessa stöðu mjög alvarlega og erum núna að vinna að áætlunum hvernig megi draga verulega úr fjölda daga sem svifryk fer yfir heilsuverndarmörk á Akureyri. Og til einföldunar má segja að við höfum 2 leiðir að velja. Það er saltleiðin, að nota aðalega salt til hálkuvarna á götum en sand á gangstéttum og stígum, jafnframt að þvo göturnar meira en gert hefur verið. Kostir við þetta er að saltið er öflug hálkuvörn og það dregur úr svifryki. En ókostir hins vegar skemmir bíla og skófatnað, skemmir malbik, slæmt fyrir lífríkið kannski, vantar svona nánari upplýsingar og sannanir um það.
Ef að sjó dreift á götur þá komi saurgerlar á göturnar. Þetta hefur nú verið hrakið ágætlega og ekki vandamál. Leðja á götunum þegar hiti fer yfir frostmark, við lentum í því á dögunum. Bílahreinsiefni berist í frárennsli og þaðan í sjóinn. Þetta voru svona mögulegir ókostir saltleiðarinnar. Hins vegar þá sandleiðin, það að nota sand eða öllu heldur harðan og hreinan grjótmulning til hálkuvarna og sópa og þvo göturnar miklu meira en gert hefur verið. Kostir við það góð hálkuvörn, skemmir ekki bíla, en ókostir, sérstaklega kyndir undir svifryk og kannski sest í frárennsliskerfi. Báðar leiðir hafa sína kosti og galla og þetta hefur verið dregið ágætlega fram í líflegri umræðu á samfélagsmiðlum undanfarna daga og vikur. Óskastaðan væri líklega sú og að mínum að til eina raunhæfa leiðin til að sleppa að mestu við að nota salt sem hálkuvörn. Það útfærsla á sandleiðinni sem var einhvern veginn þannig að moka snjóa meiri krafti heldur en við höfum verið að gera, til dæmis í október síðastliðnum. Þetta kostar pening. Þá vorum við í leiðinni að moka burt hluta af þessu malbiki sem molnar upp úr götunum og öðrum óhreinindum. Og keyra burt eða íta lengra burt meira af snjó þegar við erum að moka. Þannig að ruðningarnir séu ekki sífellt að smita sand og ryk út á götuna. Þetta kostar líka pening. Sópa oftar og meira. Þvo oftar. Nota ennþá grófari mulning, kannski, við vitum það ekki ennþá, meðan við vitum ekki fyrir víst innihaldið í ríkinu okkar. Hálkuverja göturnar minna, en kannski gangstíga og stéttar meira, þannig að fólk taki þá strætó eða fari með umgöngu og hjólastíga þegar slæm hálka fyrir bíla. Loka gilinu oftar og svo nota sjó eða saltblandað ferskvatn til að binda ryk þegar við lendum í vandræðum. Sandleiðin kostar eitthvað meira, það að segja snjómoksturinn í fyrsta lagi, við ætlum að moka betur. Moksturinn að kosta okkur núna cirka 150 milljónir ári getum við sagt og ef við ætlum að moka eitthvað meira sem munar þá getur það kannski verið 30 milljónir sem við erum að tala um. Og svo að sópa og þvo oftar. Ein umferð af vönduðum þvotti kostar kannski 10-15 milljónir en við þyrftum ekkit endilega alltaf að vera að sópa og þvo allan bæinn. Það er hægt að leggja áherslu á að fara oftar aðalgöturna sem eru óhreinastar. Og svona gróflega áætlað getum við þá kannski verið að tala um 50-55 milljóna viðbótar kostnað frá því sem nú með að fara sandleiðina við hálkuvarnir en standa jafnframt mjög myndarlega að baráttu gegn svifryki. Og aðeins til fróðleiks að þessi hálkusandur 2-5 mm, hann kostar okkur rúmlega 3.000 krónur tonnið, en salt komið til Akureyrar kostar tífalt meira, rúmlega 30.000 krónur tonnið. Ég sagði nú við verkstjóran ekki bara að kaupa það í bónus, því þetta nú ótrúlega hátt verð að kaupa salt í tonnavís, en það kostar að flytja það og fleira. Nú, hvor leiðin sem verður farin, þá þurfum við að eignast góðan götusóp og nota hann mikið, passa betur flugvöllin og er að koma ryk þaðan þegar að flugbrautin sópuð til dæmis og svo þar ófrágengið flughlað. Ganga betur frá stórum framkvæmda á moldarsvæðum í og við bæinn, kannski skipuleggja framkvæmdir þannig að það séu ekki stór svæði ófrágengin í langan tíma. Heldur hafa minni og snarpari áfanga, passa að malarbílar ber ekki óhreinindi út á götur. Kannski hálkuverja göturnar minna, það hafa margir nefnt þetta, láta ökumenn að passa sig. Og ef þú treystir þér ekki til að keyra í hálkunni eða telur bílinn þinn ekki nógu vel búinn, þá bara notar þú aðra samgöngumáta. Og nátengt því, hvetja fólk til að ganga, hjóla og taka strætó, beina umferð frá miðbænum, mögulega, lækka hámarkshraða, hvetja þá sem geta til að sleppa nagladekkjum, mæla gegn díselbílum, þeir gefa frá sér mikið sót, takmarka umferð bíla, samanber umræðu í Reykjavík, takmarka flugelda á áramótabrennur, huga að mengun frá skemmtiferðaskipum og iðnaði, athuga umferð flutningabíla miðbæinn, við vorum að frétta það bara í dag, átt okkur á því að umferð flutningabíla fer dálítið saman við suma allavega að þessum svifrykstoppum okkar, til dæmis núna síðastliðna nótt, þegar það lítil almenn umferð, og þá eru flutningabílar að koma til bæjarins og til dæmis frá Húsavík og keyra bara beint fram hjá loftgæðamælinum okkar.
Eru það góðar fréttir eða vondar fréttir? Ég veit það ekki, kannski hvort tveggja. Vondar fréttir að stóru bílarnir mengi svona mikið, en kannski góðar fréttir að þeir hafi aðalega staðbundin áhrif ef svo er. Við þurfum líka að athuga uppsetningu á mælinum sjálfum. Við höfum fengið ábendingu frá áhugahópi gegn saltnotkun að hæð á inntaki sé óvenjuleg hjá okkar mæli hérna á Akureyri. Spurning hvort það hafi áhrif á mælinguna og hvort hún sé þá nógu samanburðarhæf við aðra staði. Hvers vegna erum við hálkuverja? Ég ætlum ekkert að eyða tíma í það. Skemmir saltið malbik? Já, sennilega. Við höfum vísbendingar það, en ég rakst ekki á í fljótu bragði eina svona beina könnun á því. En áður nefndur áhugahópur gegn salti hefur sendt okkur ljósmyndir af athugun sem var gerð á suðvesturhorninu og bendir vissulega til þess að það séu sjáanleg bein áhrif í malbiki þar. Nú uppruni svifryksins á Akureyri. Á dögunum barst okkur greinargerð frá Umhverfisstofnun rannsókn á bygginnihaldi í ryki eða óhreinindum á götum Akureyrar. Það eru sýni sem voru tekin í nóvember fyrir ári síðan. Niðurstaðan að uppruni ryksins á þeim tíma hafi á flestum stöðum verið 50–80% malbik, en gildin rokka líka bæði ofar og neðar og það er greinilega talsverð óvissa í þessari mælingu. Og eftir stendur þá spurningin hvað í afgangnum, þessum 20–50%. Hálkuvarnarsandur, jarðefni annar staðar frá, hjólbarðar, sót og svo framvegis. Og við höfum reynt 3 aðferðir til að nálgast það og meðal annars skoða skýrslu frá Reykjavík sem var gerð nákvæm greining á uppruna óhreinindana. Þar kom í ljós að malbik var 50%, sót 30%, jarðvegur aðeins 7,7%, en það eru náttúrulega ekki notaður sandur til hálkuvarna, þannig að það er kannski ekki við því að búast að það væri hátt gildi. Í öðru lagi vitum við það að það er að segja sérfræðingur okkar hafa áætlað að það sé 400 tonn árlega sem að molna upp úr malbikinu á öllum götum Akureyrar. Og þetta meta menn með þegar kemur að endur malbikun og þyktarmælingum á malbikinu, þá það búið að rýrna þetta mikið að þetta umreiknast yfir í 400 tonn á ári og það þetta heilmikið af óhreinindum og sandi og ryki sem að þetta skilar þá á göturnar og þarf að losna við, annaðhvort með snjómokstri eða sópun og þvotti. Og til samanburðar höfum við verið að nota ca. 200 tonn af sandi til hálkuvarna á götum á Akureyri, þannig að það eitt og sér gæti sagt okkur kannski að sandurinn væri helmingur á við malbikið í rykinu. Í þriðja lagi vitum við að ryk kemur annar staðar frá, moldarsvæði við Golfvöll og Réttarhvamm, framkvæmdasvæði við flugvöllinn, við bílaklúbb, fleira á Glerárdal og við höfum einhverja vísbendingu að sópun á flugbrautinni á Akureyri hafi farið saman við einn háan svifrykstopp hjá okkur og ætlum að skoða það betur. En þegar allt þetta vegið saman þá erum við að giska á það núna að dæmigerð samsetning á óhreinindum á götu á Akureyri geti verið 60% malbik, 20% hálkusandur, 10% sót, 5% jarðefni annar staðar frá og 5% enn annað, bremsur, salt, plastrusl, svo framvegis. Þetta bara mat og væri æskilegt að gera rannsókn svipaða og var gerð í Reykjavík. Aðeins skammtíma aðgerðirnar á meðan við erum að velta þessu öllu fyrir okkur og læra og afla upplýsinga og tala saman. Þá erum við þetta frá degi til dags að taka ákvarðanir úrræði til hálkuvarna og rykbindingar og svo framvegis. Og núna í haust höfum við notað sjó til að binda ryk á götunum. Sá sjór hefur verið tekinn í Krossanesi, vel norðan við öll útrennsli frá fráveitum og hefur heilbrigðisfulltrúi staðfest að engin ástæða sé til að skerla innihald í þeim sjó, enda straumur til suðurs meðfram ströndinni. Nú við tókum einar 3 lotur í svona sjó- og saltvatnsburði í nóvember og
Það gafst vel gagnvart svifrykinu, allir sammála það, en þegar að það hlýnaði 21. nóvember að þá myndaðist mikil leðja á götunum og það virðist eins og bæði hafi göturnar verið óhreinar og svo hafi saltið leyst óhreinindi og jafnvel leyst upp bik og fínefni sem var þá efst í malbikinu og bílar óhrenguðust, föt óhrenguðust, gæludýr urðu fyrir óþægindum. Þetta var hvimleitt ástand, stafaði af því í grunninn að göturnar voru skítugar. Svo kom aftur frost og ástandið varðandi leðjuna gjörbreyttist til hins betra. Svifryki var þá líka vel innan marka. Núna svo aftur komin hláka og í gær og dag hafa 4 eða 5 stór tæki verið að sópa og þvo göturnar. Svo fáum við aftur snjó seinna í vikunni kannski, mokum, hálkuverjum og hringrásin heldur áfram. Nokkra spurningar sem við þurfum að fá svör við, hver uppruni óhreinindana hjá okkur? Getum við fækka svifryksdögunum nægilega mikið með þessari sandleið, það að segja ekki nota salt til hálkuvarna, heldur aðeins til að binda svifryk þegar við þurfum nauðsynlega á því að halda. Hvað kostar nýr götusópur? Sennilega 30 til 50 milljónir. Á síðasta föstudag var fundur í umhverfis- og mannvirkjaráði og það var samþykkt samhljóða svohljóðandi bókun. Það forgangsmál hjá Akureyrarbæ að fækka þeim dögum á ári hverju sem svifryk fer yfir heilsuverndarmörk, en það talið að það sé fjöldi ótímabæra dauðsfalla á ári hverju á Íslandi vegna svifryks. Undanfarnar vikur hefur verið notaður sjór og saltvatn á götur til að binda ryk og hefur það virkað mjög vel til að hemja rykið, en hins vegar haft á óheppilegu hliðarverkuna þegar hitastig fer yfir frostmark þá myndast leðja á götunum. Undirliggjandi ástæða þess að göturnar eru skítugar. Nú unnið að því að móta stefnu aðgerðir gegn hálku og svifryki og mun sú stefna meðal annars fela í sér aukinn snjómokstur og að göturnar verði þrifnar oftar og betur en tíðkast hefur. Því lagt til að Akureyrarbær kaupi nýjan og öflugan bíl til að sópa og þvo götur. Leitast verður við að finna heildarlausn sem felur í sér mikinn árangur í baráttu við svifryk og tryggir jafnframt viðunandi hálkuvarnir og sem mesta sátt á meðal bæjarbúa. Umhverfis- og mannvirkjaráð felur umhverfis- og mannvirkjasviði, sem sagt starfsmönnunum, að framkvæma verðkönnun á götusópum og ljúka við aðgerða áætlun varðandi svifryk og hálkuvarnir. Og svo bara rétt í lokin vil ég benda á að hvaða skoðun sem fólk hefur á mismunandi aðferðum við hálkuvarnir og baráttu gegn svifryki, þá geta allir lagt sitt að mörkum með því að velja umhverfisvæna ferðamáta, ganga, hjóla, taka strætó og reyna að fækka ferðum á einkabílnum. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu næst, máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að halda neitt langa tölu þetta, ég vil bara þakka Andra fyrir mjög góða yfirferð á málinu og hann hefur dregið fram alls konar staðreyndir sem að skipta máli í þessari umræðu og bara mjög fínt að fá svona góða yfirsýn yfir málið. En mig langar til þess að fagna því að heilbrigðiseftirlitið og heilbrigðisnefndin okkar, sem að mér finnst vera gríðarlega mikilvægur í raun vanmetnar stofnanir í samfélaginu, fagna því að þær fái þetta vægi og þeirra tillögur séu teknar jafn alvarlega og gert í þessu tilviki. Og mér finnst bara svo mikilvægt og ég finn að það kannski það sem bæjarfulltrúi Andri var að segja, að það enginn að gefast upp þó þetta hafi ekki verið fullkomið kannski og þó að sé einhverju sem eru óánægðir. Og kannski finnst mér líka bara mikilvægt að koma einn upp og fyrir hönd margra sem ég hef talað við gangandi vegfarenda sérstaklega og bara segja takk af því að það allavega verið að gera eitthvað og það alveg rétt að ýmsir hafa orðið skítugir en við erum líka gríðarlega mörg sem höfum andað mjög létt, má segja, miðað við árstíma þessar síðustu vikur og það bara mjög þakkarvert í raun og veru og bara gríðarlega mikilvægt að gefast ekki upp við að reyna að ná fram einhvern veginn bestun í þessu þar sem við höfum öflugar svifryksvarnir og minkum, má segja, aukaverkanir af þeim. En svo finnst mér líka
og ég vil bara fagna því hvað íbúar hafa svona tekið þetta mál upp á arma sína og svona bundist einhvers konar óformlegum samtökum og skipað sér hóp og talsmenn og sem var gríðarlega mikilvægt vegna þess að umræðan var svona það bil að leysast upp í vitleysu vegna þess að fólk var gríðarlega orðljótt og ómálefnilegt á tímabili í þessari umræðu og mér finnst bara mikilvægt að segja að það skaðaði fannst mér á tímabili umræðuna en við höfum ekki við heldur íbúar með því að skipa kannski einhverja fulltrúa til þess að tala máli og sem að við hittum hérna, sem að bæjarstjórn hitti hérna fyrir í dag í bara á mjög góðum fundi sem að var mjög gagnlegur, tel ég bara fyrir okkur og fyrir þennan hóp líka og þarna er fólk búið að taka að sér að taka saman einhvers konar samantekt líka á bæði staðreyndum og svona skoðunum og hugmyndum og fólk var búið að skoða ýmis mál og fletta upp einhverju sem að við höfum ekki og kannski okkar fólk má segja á umhverfissviði bæjarins ekki skoðað. Þannig að þarna eru bara að leggjast saman þeir aðilar sem skipta mestu máli. Það eru við sem eru með kerfið og eru með sérfræðingarnir í vinnu og svo fólk sem hefur nógu mikinn áhuga og metnað fyrir málinu til þess að fletta einhverju upp. Þannig að ég held að þetta sé bara í raun og veru bara gott mál í dag og ég það er auðvitað hægt að tala endalaust þetta en ég treysti því að við munum halda áfram og sérstaklega þá í gegnum umhverfis- og mannvirkjaráð og heilbrigðisnefnd og heilbrigðiseftirlit tala áfram málið og reyna að finna út hvort það sé einhver efni sem er hægt að nota sem að virki betur heldur en saltað vatn eða sjór og hvernig það er að segja þessi sérfræðinga umræða. Kannski það sem að er líka mikilvægt að hafa í huga að eins og bæjarfulltrúi Andri tók réttilega fram að þá eru flest af þessu kostar pening, það er að segja þessum viðbrögðum og þessum aðgerðum sem við erum að hugsa að fara í og það er bara gríðarlega mikilvægt að því sé haldið á lofti í umræðinu líka að allir þessir innviðir sem að einkabíllinn krefst kostar auðvitað gríðarlega mikið fjármagn og við þurfum auðvitað að hugsa okkur hvar við ætlum að taka það fjármagn og það er auðvitað eitthvað sem við skoðum bara í tengslu við fjárhagsáætlunargerð en mér finnst bara mikilvægt að það sé að við slítum ekki sundur umræðuna framkvæmdir og síðan umræðuna fjármagn til framkvæmdana og hvaðan það á að koma og hvort að það á einhvern veginn að koma, ég veit ekki hvort það er hægt að stunda einhverju tekjuöflun frá einkabílustum sjálfum eða hvað, ég meina það er bara eitthvað sem við þurfum að velta upp en bara takk fyrir mjög góða yfirferð og bara þakkir til íbúa fyrir að hafa þó komið málinu í þennan farveg að við erum að stunda gæfulega umræðu. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Já, kæri forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég var að nýta tækifæri og koma hingað upp í dag. Eins og við vitum öll þá hefur þetta haust verið einstaklega furðulegt í veðráttu. Fallegi bærinn okkar hefur gránað talsvert. Bíllinn minn hefur sig fegur í daga, skófatnaðurinn er stöðum þvott á heimilinu og jafnvel barnakerran er haugdrullað sem hýrist í skömmun í hjólageymslunni. Þessar æfingar bæjarins að rykmyndagötur hefur endað einhvers konar báli þar sem stærstu eldanir geisa á samfélagsmiðlum. Umræðan hefur líka verið á talsverðum villigötum. Fólki er stillt upp móti hver öðru sem annarkvort heilsu sinna, sem sé salti sem vanlegasta kostinn og svo þeirra sem telja bílana mikilvægari en lungu barnan okkar. Þetta er auðvitað glórulaust og við vitum að málið er ekki svona svart og hvít. Svifryki er auðvitað ekkert lamb að leika við og ég til öruggt að segja að ekkert okkar kæri sig svifryksmengunina. Hér þurfum við að skoða fyrirkomulega mælinga í bænum og þá verður aðgerðaáætlun til þess að lágmarka svifryk að innihalda raunhæfar aðgerðir sem vonandi gert ráð fyrir að ráðast skuli í strax. En nú áræða lausnir. Það þýðir varla tíunda hér að það hefði mátt bregðast við vetri með allt öðrum hætti en sorglega var það raunin. Mokstur hófst allt of seint. Þegar hann hófst þá var líka við orðið of seint og þá einnig þrifum að gatnakerfinu augljóslega ábótavant. Í framhaldinu er mikilvægt að við leggjum áherslu á að hreinsa snjó af götum bæjar strax eftir snjókomu. Byrjum fyrr en seinna. Gangi moksturinn greiðlega getur dregið verulega úr þörf á hálkuvörnum sem hlýtur að eiga að vera markmiði. Og þá langar mér sérstaklega líka bara fyrst í stend hér að þakka þessum vinnuhóp, ekkert salt og götur Akureyrar fyrir metnaðarfullt starf.
Það er dýrmætt fyrir bæjarstjórn að eiga kappsama og drifna einstaklinga sem láta sig málefni bæjarins varða. Það er gott að fá fram alla hliðar máls og eins og við þekkjum af umræðinu á samfélagsmiðlum þá er stór hluti bæjarbúa ansi ósáttur við þessar framkvæmdir hér í haust og vetur og það er auðvitað skylda okkar kjörnu fulltrúana að hlusta á sjónarmið íbúa bæjarins, já og svo svara með skýrum og heilum svörum svo íbúum bæjarins treysti að á þá sé hlustað. Spurt og svarað Suðurvík og hálkuvarnir á heimasíðu bæjarins er bara flott framtak og skref í rétt átt. Svo bara í lokin þá blasir þetta svona fyrir mér. Við búum á Akureyri, veður og vindar breytast, tökum skynsamlegar ákvarðanir sem varða bæjarbúa á svona miklu leyti af heilum hug og gerum ráð fyrir að hér í bæ kostar að moka snjó, það kostar að hreinsa göturnar og áttum okkur á því að þessu peningi er varið til öryggi íbúa okkar. Takk. Bæjarfulltrúi Berglind Ósk Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér á Akureyri eru við ekki að glíma við umferðarhnúta og langar vegalengdi til og frá vinnu eins og á höfuðborgarsvæðinu. Við erum kannski að glíma við að ferðavenjur okkar miðast aðallega við að nota einkabílinn og ef gögn frá Samgöngustofu eru skoðuð er fjöldi bíla á hvern íbúa hér á Akureyri með því mesta sem gerist. Ég held að það sé öllum ljóst að það er fylgni milli umferðarmagns og svifryks. Ég held að það sé líka öllum ljóst að það er erfitt að breyta hegðun sem við höfum tileinkað okkur í langan tíma. Í ljósi umræðunar hér í bæjarfélaginu er fullt tilefni til þess að við endurskoðum ferðavenjur okkar hér á Akureyri. Vegalengdir eru stuttar, það er frítt í strætó, víða eru göngu- og hjólastígar og svo má benda á það að það liggur frumvarp á Alþingi niðurfellingu á virðisaukaskatti á hjólum og rafmagnshjólum. Við getum minnkað skull, með því bætt loftgæði og lýðheilsu á allan hátt og í leiðinni spara pening. Við erum græn á Akureyri þegar kemur að mörgum atriðum og þegar við fórum að flokka rusl þá þurfti átak í að breyta hegðun hjá okkur íbúanum. Nú þurfum við ekki að hugsa okkur tvisvar hvort við flokkum eða ekki og leyfum okkur að gagnrýna þá sem ekki flokka. Góðir hlutir gerast hægt og munu loftgæði á Akureyri batna til muna ef allir gera eitthvað en ekki fáir sem gera allt. Bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er áhugaverð og skemmtileg umræða. Ég man fyrst eftir það þegar ég upplifði alveg hræðilega loftmengun. Þá var ég stödd í Kína og flugi mitt var fellt niður vegna slæmra loftgæða. Og ég var að snýta svörtu og fann fyrir því í lungunum hvernig loftgæðin voru í því landi á þeim stað allavega í þeirri borg sem ég var stödd. Ég er ein af þeim sem hef til langs tíma nýtt mér bíl sem úlpu og skipti aðeins lífstíl og fór að hjóla fyrir 1,5 ári. Það var nú ekki gert endilega þó að sem uppreisn í umhverfismálum, heldur til þess að anda með fersku lofti og ná svona andlegri stabiliseringu og ró á hugan í hröðum heimi. En það var í fyrsta lagi alveg ótrúlega einfald lífstílsbreyting, miklu einfaldari heldur en ég hefði átt von á, en alls ekki sjálfgefin og ég hefði ekki getað hugsað mér hana þegar ég var með lítil börn í því samhengi. Ég var með börnin þá aðeins á hjóli en það var dálítið mikið mói. En mín upplifun af því að hafa gert þetta er bæði frábært fyrir mig sem manneskju, fyrir hreyfingu og fyrir ferska loftið. Hins vegar eru þetta ljóst að svifrykið er óþægilegt og svo ekki síður alvarlegt. Og mér finnst frábært að við séum að ræða svifryk, að við séum að ræða það að við viljum draga úr því og að við séum að reyna að stabilisera umræðuna í ekki svart og hvítt og ekki engin bíll eða já og nei, heldur bara við viljum öll bæði anda ferskara lofti og var hrein föt og bíla. Þetta hljómar svo ótrúlega einfalt. Við erum í einhverju lærdómsferli
Við viljum ekki drullu en við viljum ekki svifryk og ég held að það sé hægt að gera bæði og þetta þurfi ekkert að vera neitt liðaskipt og ég held að þetta sé rosalega mikilvægt, en þetta sé dálítið langhlaup. Við þurfum að vanda okkur og ég tek undir það sem hefur komið fram hérna í dag að ég er ákaflega sátt við að við höfum átt í þessu samtali og fagna þessu frumkvæði íbúa við að ræða og saman og taka saman gögn og ræða við okkur. Ég held að það sé verðmætt fyrir okkur sem að hérna sitjum. Og það er líka fjölmargir og vil ég þakka Andra fyrir þessa fínu samantekt að það er ýmislegt sem þarf að ræða og jú, þetta kostar peninga, hvort sem það er snjómokstur eða hálkuvarnir og auðvitað væri ofsalega mun einfaldara ef við værum með færri bíla, það væri ódýrara, það miklu ódýrara eða minna skull en það er ekki hægt kannski að ákveða fyrir annan en sjálfa sig hvað maður ætlar að gera og hvað maður ætlar að leggja mörkum. En ég vildi koma upp vegna þess að þó það sé bara til að ítreka það að mér finnst að skipta svakalega miklu máli og mér finnst að ábyrgð og mér finnst að alvarlegt að við látum ekki svifrykið verða okkur að bráð hérna í litla bænum okkar á norðurhjarar veraldar þar sem við viljum upplifa tengslu í náttúruna og ró og næði og fjölskylduvænt umhverfi þar sem börn og ungmenni geti lifað góðu lífi í fersku lofti. En ég hef enga trú á því að bærinn þurfa að vera eitthvað sérstaklega skítugur og við þurfum að læra af því verkferli sem við vorum. Við þurfum að hefja snjómokstur fyrr, við þurfum að skora færanlega svifryksmæla og við þurfum að sópa betur og gera betur í þeim efnum. Þannig að ég segi bara að þetta sé vinn-vinn og við þurfum bara að halda áfram í þá átt. En endilega við skulum ekki gefast upp í baráttunni við svifrykið. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, loki máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég vil byrja að þakka bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir þessa samantekt og ykkur hinum sem hafa komið hérna upp. Ég ætla bara að segja við meirihlutann svo lengi læri sem lifir og mistökinu er til að læra þeim. Því að það voru náttúrulega að gera mistöki við þetta. Ég ætla ekki að eyða tímanum í það. Það sem að mér finnst skipta máli í þessu öllu saman er að ég les út úr bæði umræðum og þessari bókun sem var gerð í umhverfis- og mannvirkjaráði og þeim viðræðum sem við áttum við þennan hóp sjálfboðaliða sem var með okkur hérna áðan og var að fara með okkur yfir þau gögn sem þeir voru búin að taka saman. En ég les það út úr þessu að það séu svona átta sig á því að það þurfi að vinna hlutin öðruvísi. Í mínum huga er þetta ekkert flókið. Við þurfum að þrífa götur, vor og haust. Við þurfum að moka snjónum í burtu strax og hann kemur, þannig að það er ekki að klaka og við þurfum að draga eins og mögulegt er úr notkun á hálkuvarnarefnum og við eigum ekki að gera það ef við mokum vel. Hvort sem eru gangstígar, hjólastígar eða götur. Og það er alveg rétt að bílaeign á Akureyri er mikil en miðað við það tölur sem ég hef séð bílaeign á Akureyri þá er nú sennilega bílaleigurna þarna með. Það skekkinu myndina eitthvað. Mér minnir að ef allir bílar eru teknískt skráðir á Akureyri þá er það sennilega heimsmet í bílafjölda per haus. En þá held ég að sé nú nokkuð 1000 leigubílar inn í því. En það er aukaatriði í sjálfu sér vegna þess að það sem er raun að vera hættulegast við svifrykið, það er kannski sótið. Það eru kornin eða dufti sem losnar upp úr malbikinu þegar ekið á nagladekki með að nota salt, bara sem dæmi. Og þetta eru kannski þær agnir sem eru hættulegastar en eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á þá höfum við ekki greiningu á þessu svifryki hér í bænum. Við þurfum gjarnan að hafa hana bara til þess að geta þá gripið til réttra aðgerða. Ég á mjög erfitt með að verja það að bera salt á götur og ætla ekki að gera það. Mér finnst það bara ekki rétt og við erum að reyna að forðast það eins og mögulegt er og fyrir því eru margar ástæður. En það getur verið verjanlegt að grípa til neyðarráðstafana ef engar aðrar aðgerðir eru færar, ef svifryk er orðið það mikið að þessi komi yfir heilsufarsmörk. En það þarf að gera að mjög vandlega athugumáli
af því þetta var spurning sem okkur var stilt upp með hérna áðan. En ég held við þurfum að finna einhverja varanlegar lausnir sem en geta sætt sig við, því að það er alveg morgunljóst að við verðum að ná sátt aðgerðir sem að þessu snúa. Og ég held við séum í raun öll sammála í grunninn það og ég fagna því bara. Og fagna þá bara þeirri umræðu sem hefur átt sér stað í þessi mál. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að lýsa yfir að ég misti því miður vegna að fundunum sem var hér áðan með þessum áhugahópum salt á götur og því ég get ekki tjá mig hvernig þessi sáfundur var, hins vegar las ég gögnin sem frá þeim komu og það var athyglisvert og gaman að sjá hversu menn hafa lagt sér fram við það að reyna að leita upplýsinga og ég eru með því að koma með gögn sem eru mjög gagnleg fyrir okkur í þessari umræðu. Auðvitað eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, þá erum við held ég öll sammála það að hvar við erum stödd í þessari vegferð. Við erum að reyna að finna lausnir til þess að reyna að draga úr bæði óheilsumsamlegum svifryki og síðan að reyna að þjónusta bæjarbúa okkar betur og allt kostar það peninga en við þurfum einhvern veginn að reyna átt okkur hvernig við getum farið að því. En ástæðan fyrir ég kom hérna upp er bara fyrst og fremst að mér langar að hrósa formann umhverfis- og mannvirkjaráðs Andra Teitssyni fyrir hans framgöngu í þessu máli. Hann hefur verið afskaplega skeleggur í þessu öllu saman, það hefur staðið á honum mörg spjót og þetta hefur ekki verið einfalt fyrir hann. Hins vegar hefur hann verið mjög málefnalegur í allri sinni umræðu og svarað mjög vel og mér finnst bara ástæða til þess að hrósa honum fyrir það. Það var líka mjög gagnlegt fyrir okkur að fá spurt og svarað eins og bæjarfulltrúi Berglind kom inn á hérna, að fá spurt og svarað inn á vefinn þar sem að bæjarbúi geta svona aðeins átta sig betur á þessu og allar hans upplýsingar sem hann hefur verið að koma frá sér hafa verið mjög gagnmerkar fyrir okkur og svo ræða sem hann flutti hér upphafi var mjög upplýsandi. Mér langaði bara að koma þessu á framfæri. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar eins og öðrum að þakka Andra fyrir vel unnin störf, góða skýrslu, ég var ánægður með þetta. Ég las þetta í nótt og ég varð ekki pirraður fyrir hann að fara að fækka bílastæðum í miðbænum. Þá fauk í mig. En svona öllu gamni slepptu að þá er það kannski ekki alveg leiðin til þess að minnka svifryki í bænum, heldur að leita annarra leiða. Og eitt af því sem að ég hef ekki þreist á að koma og ræða það er þrifin á bænum okkar og þetta og ég fagna því mjög að skuli stefnt að því að kaupa nýjan sóp. Ég held að það sé alveg bara frábært að því að tæknin er flegið fram og ég held í dag við getum fengið miklu betri sóp heldur en að er verið að nota í dag. Þannig að ég er mjög ánægður með að fá það fram. En ég er svolítið bílakall og ég á minn hlut í því að Akureyringar eigi kannski hlutfallslega fleiri bíla heldur en einhverjir aðrir og ég vil náttúrulega alveg eins og hópurinn ekki salt á göturnar. Það er alveg ljóst í mínum huga. Hins vegar er ég alveg sammála því að það megi breyta þessu og við eigum kannski að byrja fyrr á mótnana finnst mér að moka. Það pirrar mig að koma út og sjá krakkar ræfla vera að fara í skólan og þurfa að klöngrast yfir metersháa snjógarða á miðri götunni til þess að komast yfir gangbraut. Ég held að sé hægt að byrja fyrr og vera með þessar helstu strætisvagnarleiðir hreinar þegar að bæjarbúar fara á stað á milli 7 og 8. Einhver sagði við mig í gær á fundi já en þá vöknum við bakkljóði. Herðu, ég meina, þú veist, bakkljóði í einhverju ítu 10 sinnum á ári, skilur, hvort viltu það eða komast leiðaðina á mótnana þegar þú fer til vinnu eða börnin þín í skóla. Ég held að ég kýs bakkljóðið, það er bara svoleiðis. Þannig að ég vildi gjarnan sjá okkur eins og kannski gert er í Norðurlöndunum víða að byrja að moka fyrr. Þannig að helstu leiðir séu mokaðar fyrir klukkan 8 og þeir takja einfallega þessi menn sem eru á þessum stóru tækjum, takja sér bara pásu og fara í kaffi á milli, hvað ég að segja, 7:30 til 8:30 og meðan að krakkarnir eru að fara í skólan og það er bara búið að reynsa og síðan fara þeir út í hverfin eftir að krakkarnir eru konir í skólan. Ég held að megi breyta verklaginu svolítið þannig að við búum við betri bæ.
og gerum þetta betur. Ég veit að þetta kostar peninga en við búum hér, skilur, og við þurfum að hefta svifryk og við þurfum að moka snjó. Það er bara þannig. Ég man ekki alveg hvað ég ætlaði að segja meira, en það var eitthvað ógeðslega gáfulegt, sko. Já, sko, þegar við erum að reyna að tala fyrir því að hjóla og allt það, ég er ekki ennþá komið þangað, nema bara svona einstaka sinnum þegar konan dreifur mig út að hjóla, ég hjóla ekki í vinnuna og hérna, ég er svona frekar stressu típa og fer svona á bílnum mínum, svona það sem ég þarf, nema ég hleyp hér á milli. Það sem er kannski og hefur verið kvartað undan að það er að strætóleiðirnar séu ekki nógu skilvirkar og þess vegna sé kannski ekki fólk ekki að nýta strætóin eftir að þeim hafa breytt síðast að það sé ekki alveg að ganga upp. Þannig ég fagna því að það eigi að skoða það líka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á að þakka Andra fyrir þessa góðu skýrslu. Ég held að þessi umræðavísu hafi ekki reynt neitt á hann. Hann er nú tekist á verkefni þetta. En ég held að séu allir sammála þetta, þannig að ég ætla nú ekki að vera að draga þetta á langinn og þetta er í höndunum á Andra að finna útrúsu. Ég vil samt hérna þakka þessu fólki sem kom og hitt okkur hérna áðan, því að þessi hópur má nú eiga það að og verða þess gæfa aðnáttundi að finna 5 góða talsmenn fyrir sig og tala við okkur svona á góðum nótum og voru með lausnir og búin að vinna sína vinnu mjög vel. Ég var mjög ánægður með þetta sem þeir komið með og svona eiga bæjarbúar að vinna, þeir eru óánægðir með eitthvað og ég held að sé þá tekið mark á þeim en ekki að þeir eru í öðrum erindagjörðum inn á þessum blessu Facebook eða hvað þetta heitir. Þannig að ég vil þakka þeim kærlega fyrir. Ég held að ég hafi nú byrjað að fyrsta sem ég talaði þegar ég kom inn í bæjarstjórn var að þrífa bæinn okkar hans betur og það var nú bara að sumri til og því verður mjög gott að fá nýjan sópingað og ég held að hann eigi nú að vinna svona næstum því bara 24/7 sko, til þess að halda bænum góðum en við vitum líka að þetta kostar allt peninga og það þarf þá bara að hliðra til. Þannig að ég held að sé ærið verkefni framöndan hjá umsæði þessum málum og ég óska þeim bara velfarnaðar í þessu. Ég held við styðjum ykkur öll. Takk. Bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, lokið málsins. Orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þá segi ég umræðu lokið þennan lið.